Velkomin á 588. fund bæjarstjórnar Berggerðsbæjar haldinn í fundsal Breiðumýr 20, fimmtudaginn 12. desember 2024 klukkan 17. Fundi sitja Halldór Benni Messinsson, Sandra Sigurðardóttir, Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurðardóttir, Thelma Rún Runólfsdóttir, Friðrik Sigurðsson, Sigmar Karlsson, Pétur G. Markan og Íris Bjarnadóttir sem einnig ritar fundargerð. Einhver athugasemdir við fundarboð? Engar athugasemdir koma fram, þá göngum við til dagskrár. Fyrsti dagskrárliður er fundargerð bæjarráðs frá 5. desember 2024. Það er einn liður algjörlega sérstaklega, liður 8. Og það er liður 8, foreldra færni námskeið tengjumst í leik sem þarf afgreiða sérstaklega og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki þátttöku í foreldra færni verkefninu tengjumst í leik til reynslu hvað varðar árgang 2019 árið er haust. Mér langar bara að koma upp og fagna þessu erindi mjög vel. Ég veit til þess að á Akranesi hefur verið mjög mikil ánægð með þetta og mér finnst bara mjög svona gott og jákvætt að við séum að styðja foreldra á þennan veg og ég veit líka til þess að það kláraðist á Akureyri svona í fyrradag og ég hef heyrt frá foreldrum þar að það er ótrúlega mikil ánægð, þannig að ég bara fagna þessu mjög. Takk fyrir það. Það er laust. Forseti, já, ég tek undir þetta með Thelmu. Þetta er bara, ég er búinn að kynna mér þetta aðeins og listu vel á. Mér finnst mikilvæg setningin í þessu, var ánægður að sjá það í bókuninni að þetta verið til reynslu með árgang 2019 og þegar ég held við þurfum líka að horfa svolítið gagnrýnum augum á það hvernig nýtingin er á þessu og hvernig þetta nýtist okkur. Áður en við þurfum að taka eitthvað svona stórar stefnumótandi ákvarðanir í þessu. Takk fyrir það sem var. Forseti, takk fyrir. Já, mér langaði bara að taka undir það að það er mjög jákvætt að fá þetta í gagnið þó ekki nema til reynslu fyrir þennan eina árgang til að byrja með. En það kemur einmitt fram í minnisblaðinu sem að lá fyrir bæjarráði undir þessum lið að það sé svona í fyrstu áætlað þá að bjóða foreldrum barna í árgangi 2019 sem eru þá lokaári leikskóla núna, skólaári 2024 til 2025. Þannig að við sjáum svona aðeins hvernig gangurum verður á þessu, hvernig þetta gengur, hvernig þetta verður nýtt og svo auðvitað þurfum við líka að hafa í huga þegar við tökum þetta svo fyrir að nýju varðandi áframhaldandi ár að svona tekur líka alltaf tíma að komast í gagnið almennilega. Þannig að þó að kannski verður ekki endilega full nýting í þessari fyrstu atrennu, ef að það er samt mikil ánægð með þetta þá er kannski samt alveg tilefni til þess að halda þessi verkefni áfram. En það er alveg fyrsta skrefið að koma þessu á til reynslu í þennan tíma fyrir þennan árgang og bara mjög spennandi og langt til að heyra hvernig þetta kemur út. Takk fyrir. Takk Dagný. Liði. Ekki þá byrja lið 8 til samþykktar. Ég merki það er samþykkt samhljóða. Þá er fundargerðin bæjarráðs til umræðu. Einhvers mál og þá byrja fundargerðina upp til staðfestingar. Fundargerðin staðfest. Þá fyrir lið 2. Fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 3. desember 2024. Liðir afgreidd sérstaklega er 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Byrjum á lið 1. Það er deiliskipulag Grænumörku 10 heilsustofnun. Deiliskipulagsbreyting vegna sólskála við Lækjarfjall sem þarf afgreiða sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að auglýsa deiliskipulagsbreytinguna í samræmi við 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust. Engin kveðs ljós, þá beri þetta upp til samþykktar. Skil merkis samþykkja, það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 2. Það er líka við þessum lið. Það er liður 2. Umsókn nýtt deiliskipulag í landi Fagrakváns og Reykjamarkar. Samhliða breytingu aðalskipulagi Hvergisbæjar 2017 til 2029 sem það er afgreidd sérstaklega. Það er bókun að bæjarstjórn tekur vel í tillögu landeiganda að hann vinni sjálfur deiliskipulagi fyrir svæðinu vísa til 38. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Samkvæmt 38. grein skipulagslaga ber landeiganda að skila inn skipulagslýsingu ef hann hyggst vinna deiliskipulagið sjálfur.
Bæjarstjórn samþykkir lagt til að bæjarstjórn samþykkir vísa málinu aftur til umfjöllunar í skipulags- og umhverfisnefnd sem þarf að fjalla skipulagslýsinguna áður en bæjarstjórn getur ekki afstöðu til tillögu að vinnslu deiliskipulagsins. Norðlega laust. Í kveðis og hljóðs verið þannig lið upp til samþykktar til samþykkja á merki. Það var samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 3, beiðni rafmagnslið skólumörk að Reykjavík sem er auðvitað sérstaklega og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að fresta afgreiðslu málsins. Norðlega laust. Engin kveðis og hljóð, þeir sem samþykkja birta með lið upp til samþykktar, ekki merk sem samþykkja og það er samþykkt samhljóða. Þá er liðið 4, minnisblað vegna skjól og garðveggja sem þarf að afgreiða sérstaklega. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki að fela bæjarstjóra að leggja tillögu að endurskoðun reglum smáhýsi, girðingar og skjólveggi sem samþykktar voru í bæjarráði 14. júlí 2020 fyrir skipulags- og umhverfisnefnd til umfjöllunar og að minnisblað Landforms e.h.f. er lagt til grundvallar í þeirri vinnu en orðið laust. Engin kveðis og hljóðs, þá ber í lið 4 upp til samþykktar þar sem samþykkja gefur merki, það er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 5, það er lóðablað, breiðumörk 1 sem þarf að afgreiða sérstaklega, það er lagt til að bæjarstjórn samþykki framlagt lóðablað fyrir breiðumörk 1, orðið laust það við. Engin kveðis og hljóðs, þá ber í lið 5 upp til samþykktar þar sem samþykkja gefur merki, það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 6, það er lóðablað Dimmskógar 6 sem þarf að afgreiða sérstaklega og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir framlagt lóðablað fyrir Dimmskógar 6. Engin kveðis og hljóðs og ber í þann lið til samþykktar sem samþykkja merki, það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 7, lóðablað Dimmskógar 4 sem þarf að afgreiða sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki framlagt lóðablað fyrir Dimmskógar 4. Norðið lausnaði lið. Engin kveðis og hljóðs og ber í lið 7 upp til samþykktar sem samþykkja merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 8, Vorsabær 7, óskum breytingu og deiliskipulagi sem þarf að afgreiða sérstaklega. Og í bókun skipulags- og umhverfisnefndar segir eftirfarandi: á lóð er í gildi deiliskipulag athafnasvæðis A9. Það er lagt upp með götusneið utan lóðar, samstandi af gróðurrönd með vatnsrás fyrir ofan. Þar tekur við göngu- og hjólastígur og loks akveg. Segir í greinargerð deiliskipulagsins að blágrænar ofanfallslausnir stuðli að hreinsun regnvatns, gefi græn yfirbragð og minnki álag á fráveitukerfi. Samspil ofanvatnsrása og gróðurs gefi svæðinu aðlaðandi yfirbragð og viðhaldi náttúrulegri stöðu grunnvatns á svæðinu. Nefndin telur að ef heimila á einu lóðarhafa að stækka lóð og þar með breyta fyrirkomulagi gróðurs og ofanvatnssöfnunar þurfi að gera heildstæða breytingu fyrir allar lóðir. Skilmálar lóðar stærð, hæðastaðsetningu lóðamörkum voru skýrir við úthlutun og samþykkt byggingarlífsins. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að synja beiðni lóðarhafa bæjar Vorsabæjar 7 breytingu á deiliskipulagi athafnasvæðisins Vorsabæjar með framangreindu rökstuðningi skipulags- og umhverfisnefndar. Orðið laust hennar lið. Engin kveðis og hljóðs, þá ber hennar lið 8 upp til samþykktar sem samþykki gefur merki, það er samþykkt samhljóða. Þá fundargerðin til umræðu, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar fyrir desember. Engin kveðis og hljóðs, þá ber ég fundargerð upp til staðfestingar, þetta er staðfesta fundargerð gefur merki. Það er staðfesta samhljóða. Þá fyrir við í þriðja lið, fundargerð menningar, atvinnu og markaðsnefndar á 5. desember 2024. Þar er orðið lausn á fundargerð. Já, forseti. Ég velti fyrir mér þarna í fyrsta lið talað að það verði gerðar breytingar á bílastæðagjöldunum og fyrirkomulag innheimtu. Hvað er átt við þar? Það hefur kannski ekki verið rætt almennilega hérna í bæjarstjórn eða bæjarráði. Kannski svona til útskýringar fyrir okkur sem hér erum, en bara ánægjulegt að þau þarna hjá Icebike Adventures séu óska eftir þessu samstarfi og ég var vonast til þess að við getum þá orðið við því. Og svo er bara ánægjulegt að sjá alla þessa viðburði sem eru núna í gangi hérna í jólunum, bæði sem haldnir eru af fyrirtækjum í bænum og svo líka sveitarfélaginu og eins tónleikar sem eru hér víða bæ. Og líka bara þannig að fara lið og lið að bara frábært hvað að sækja margir alltaf í Varmahlíðarhúsi hjá okkur og
mjög flottir og frambærilegir listamenn þarna, bæði rithöfundar og bara í öllum geirum listana. Og svo fagna ég auðvitað sérstaklega skiltamálinu mikla, að það sé núna að verða að veruleika og ég sá í fjárhagsáætlun að það er gert ráð fyrir fjármunum í það. Þannig að það er bara mjög ánægjulegt. Takk, Frosti. Takk fyrir það, Friðrik. Sandra, gjörðu svo vel. Forseti. Ég get svo sem ekki farið beint yfir. Ég satt reyndar ekki þannig fund, það var varðmaður minn sem satt þannig fund. Og en ég get svo sem ekki sagt nákvæmlega hvað fjárhæðina varðar að þessu búið, en auðvitað það er lítið sem kemur af bílastæðagjöldunum sem kemur inn til bæjarins, en auðvitað það er allt það sem kemur inn umfram kostnað sem tilfellir fer í stíga og þær í kring, þannig að það eru allir mjög meðvitaðir það. Þannig að ég fagna þessu líka, þetta er greiðlega flott fyrirtæki þarna á ferð og bara áhuga fólk hjólreiðar og vilja byggja upp og gera vel og ég fagna því mjög, þannig að en ég get svo sem ekki fara beint yfir, getur kannski fyrir það. Ég tek undir með þér, Friðrik, með viðbruna og á aðvendunni, þetta gerir skemmtilegt hérna og bæjarbragurinn verður flottur og það er líf á götunum og svoleiðis og þannig að ég held að sé bara almennt mikil ánægja hvað það varðar. Hvað skiltin varðar, þá er þetta pínu svona sagan endalausa, en upp skulu þessi skilti fara og en það umræðan þarna þetta er að byrja á skiltunni hér upp í Kömbun og það náðist ekki að koma inn þarna endalega útfærsla, en það er flotta og hvergerðingar sem í þessum vinnuhóp sem að hjálpa til við að hanna skiltið og ég get svo kannski bara nafngreint að hér, það eru Sund með Klettagjá og svo Blómdís og Jóndís sem eru í þessari vinnu með Sigríði Hjálmarsdóttur í menningarráðinu og markaðsfulltrúa. Þannig að það eru skemmtilegar hugmyndir þarna og við stefnum að því að setja eitt skilt upp hérna í kampana og svo vonandi hinn 2 allavega á þessu kjörtímabili en við séum búin að setja 3 skilti. Þannig að já, takk. Takk fyrir Sandra. Pétur. Já. Forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir tilheyrendur, já ég get varpað ljósi svolítið á þessa spurningu. Þarna er raun og veru verið að ræða og velta upp möguleikum hvernig hægt að deila úr þessum sjóði sem myndast við gjaldtökuna og er raun og veru áframhald af bókun bæjarstjórnar þegar þessi umsókn frá Æsbæk kom inn. Og hugmyndin er svo að hvort það sé hægt að þematengja í raun og veru þennan sjóð einhverjum tiltekinu uppbyggingu, ég nefni sem dæmi hjólreiðastíga, göngustíga og annað. Þannig að þá vitum við bara svolítið eftir árum hvert við ætlum að vísa fjármagninu til uppbyggingar á svæðinu. Það er málið í heild og reynd. Aðeins varðandi skiltamálið þá gerum við ráð fyrir því í áætlun 25 að þau fari upp og klárist og því verður bara fylgt eftir og það er búið að vera svolítið lengi í típunum hjá okkur en það er líka þannig þegar málin eru lengi og vel unnin og þá held ég að útkoman getur bara verið betur fyrir vikið en upp skal við fara 25. Takk fyrir þetta, Pétur. Ef ekki þá ber ég fundakið menningarráðinu markaðsnefnd frá 15.1.2020 til staðfestingar. Staðfestingarmerki verður staðfest fundina. Þá verður 4 fundakið skólanefndar frá 18. nóvember 2004. Hún er þá umræðu. Þingveðis máls, byrjan upp til samþykktar. Staðfestingar. Fundakið öldungaráðs frá 18. nóvember 2004. Það er lust á fundingar. Hvað er þessi hljóðfylgja? Finnmarkasjóð. Forseti, já, við kannski bara minnast á að fyrir síðasta bæjarstjórnarfund fengum við skemmtilega heimsókn frá fulltrúum öldungaráðs og kannski bara hér að þakka formlega fyrir þá heimsókn. Þeir voru með svona framstefnulega hugmyndir uppbyggingu aðstöðu fyrir eldri borgara. Þannig að við hlustuðum á og hvernig stigum ræðum við eflaust meira. Og á sama tíma voru þeir að
svona einhverju leyti að gagnrýna það að bæjarstjórn myndi ekki svona sinna skyldum sínum í að funda reglulega með öldungaráði og við tökum það til okkar og reynum að efla það samráð. En bara fyrst og fremst að þakka fyrir kynningu sem við fengum frá tveimur miklum toppmönnum. Takk fyrir þetta sem var fleiri vilt þessi ljós. Ef svo ekki, þá er ég fundi ekki rauðagrós og áttum og brutti staðsningar, þeir staðsningar. Takk að samlega á. Þáttuðið 6, fundi ekki nótarans velferðarþjónustu frá 4. desember 2024 sem lókslega laust. Friðrikjarsson. Forseti, það er þetta notkundaráð sem bæjarráð var að vísu búið að samþykkja að breyta á fundi sínum 24. október en þrátt fyrir að bæjarráð hefur samþykkt að breyta þessari nefnd nafnið þess, þá hefur þessi nefnd eða þetta ráð haldið áfram að hittast og samþykktirnar eru í vinnslu og við erum að fara í að taka fyrir hérna eftir á fundinum aðra umræðu þetta notendaráð. Mér finnst svolítið sérstakt að þetta ráð sé ennþá að hittast þrátt fyrir að það sé vinna í gangi við að breyta ráðinu. Nú, maður situr líka stórt spurningamerki við það að formaður ráðsins sé ekki pólitískt skipaður, heldur sé skipaður eða Öryrkjabandalagið samþykkti þennan notenda eða þennan nefndarmann inn í ráðið og hún er svo titluð sem formaður eða kosin formaður. Maður svona veltir fyrir sér ef að eins og í skólanefnd að kennari yrði allt innu eða sem er skipuð af skólanum væri kosin formaður skólanefndar, hvort að það ætti við. Þannig að mér þykir allan að þetta er svolítið sérstakt. Nú, annað er svo að samkvæmt okkar heimildum þá satt fulltrúi O-listans, Berglind Hauksdóttir, þennan fund 4. des í gegnum fjarfundabúnað, þá stödd í öðru sveitarfélagi. En fundarsetu í gegnum fjarfundabúnað og á fundu nefnd og ráðaði sveitarfélaginu gilda ákveðnar reglur og í samþykktum bæjarins segir, með leyfi forseta, 14. grein fjarfundabúnaður, bæjarfulltrúum og nefndarmönnum er heimilt að taka þátt í fundi bæjarstjórnar og nefnda og ráða á vegum sveitarfélagsins með fjarfundabúnaði, samanber 17. grein sveitarstjórnarlaga. Þegar aðili tekur þátt í fundi með rafrænum hætti skal hann annaðhvort vera staddur í sveitarfélaginu eða í erindagjörðum innanlands á vegum þess. Og í þessa ljósi er ágætt að velta því fyrir sig hvort að þessi fundur hafi verið löglegur, þar sem að fulltrúinn var vissulega ekki að fylgja þennan samþykktum bæjarins og lögum. Þá er það ein önnur athugasemd sem ég ætla að gera er að það er varðandi einn sem hún hefur verið titluð starfsmannanefndarinnar og núna á síðasta fundi ráðgjafi, Sigríður Hauksdóttir. Hún er bara sem ég best veit starfsmaður á bókasafni bæjarins og það veltur fyrir sér hvers vegna hún situr þarna enn inni. Ég fekk ákveðna útskýring á því á fyrsta fundi en hún er ennþá þarna inni. Er hún að fá greitt fyrir fundarsetu sem sérstakur ráðgjafi í þessum fundum? Þetta er svona ýmislegt að virðist vera einhvers konar svona óstjórn á þessum nefndarfundum eða ráðum sem maður áttar sig ekki alveg á og það var ágætt að fá einhver útskýringu á og hvort það þurfi bara að stoppa þessa nefnd eða þetta ráða aðeins af og fara aðeins yfir virknina á henni. Takk fyrir þetta, Reykjavík. Já. Forseti, bara kærar þakkir fyrir þessa ábendingu, Friðrik, og bara mjög fínt. Ég hugsa að það sé bara, kannski ekki alveg að segja óstjórn, en já, bara athugasemdir komnir til skila og við förum í að skoða þetta og tökum þessari ábendingu alvarlega. Og já, þannig að ég svo sem vissi ekki af þessu með fjarfundabúnaðinn og þannig að ég kem alveg að fjöllum hvað það varðar og ég held bara við öll í meirihlutanum hvað það varðar. En við tökum þetta til greina, kærar þakkir og skoðum málið. Takk fyrir þetta samtala. Pétur? Já, ég get heldur bara varpa ljósi á síðustu spurninguna. Forseti, bæjarfulltrúar,
Varðandi síðustu spurninguna varðandi launagreiðslur þá einn starfsmaður nefndarinnar. Þannig að og þannig er fyrirkomulagið. Þannig að annað þekki ég ekki varðandi útfærslu á þessum fundi. Já, ég ætla að taka ábendingarnar frá Friðriki sem ég sýnist að alveg vera réttmætar. Mér aðeins kannski bara nefna aðeins svona í víðara samhengi sem mér hefur stundum þótt aðeins vanta á í bara störfum okkar sem erum í nefndum og bæjarstjórn, og ég er ekki að reyna að segja að við séum betri en aðrir eða eitthvað slíkt eða að tala niður til fólks. Þá er ég bara að hugsa hvort að það sé ekki ágætt að setja bara á dagskrá, að það sé svona í upphafi hvers kjörtímabils sé eitthvað svona námskeið varðandi, þú veist, bara stjórnsýsluna, hvernig stjórnsýsla virkar, fundarsköpin, samþykktir bæjarins og allt það sem að hefur ekki verið sem ég byrjaði í bæjarstjórn. Þá er ég bara að hugsa fyrir okkur öll. Mörg eru ný í þessu, áttum ekki á þessu og ég svona giska á að varðandi fjarfundabúnað sem hefur komið áður upp á þessu kjörtímabili, að það eru augljóslega fólk ekki alveg að átta sig á þessu. Þannig að ég er bara að hugsa þetta hvort að sé ekki bara rétt að koma á einhvers konar fræðslu þetta til kjörinna fulltrúa, hvort sem við erum í bæjarstjórn eða í nefndum bæjarins. Já, forseti, takk fyrir þessi viðbrögð við þessu. Ég held reyndar að það hafi nú verið fundur hérna í upphafi kjörtímabils með nefndarfólki allavega sem að var farið yfir. En auðvitað er fólki í þessu ráði svo sem bara alveg nýtt og þetta er auðvitað nýskipað ráð, þannig að þau hafa jafnvel ekki vitað það, eða þetta allt. En mér allavega finnst að það þurfa að skoða þetta ráð mjög vel og hvernig þetta er, hvernig það starfar, hvernig það fungerar. Ég hef náttúrulega og við höfum lagt það til að þetta ráð yrði í rauninni fellt niður, eða lagt niður, og við notað ráðið í Bergvinsson sem fjallar um málefni fatlaðra og svo að nota velferðarráðið okkar sem við erum þó með starfandi frekar. Ég held að það væri alltaf öflugra batteri heldur en þetta notendaráð, og þá gæti einhver notandi úr, eða einhver tilnefndur af Öryrkjabandalaginu þá átt sæti frekar í velferðarráðinu eins og hefur oft verið í skipulags- og mannvirkjanefnd. Forseti, ég held að segi ýmislegt í þessu máli hvað við erum búin að þurfa að eyða miklu púri í rauninni í þetta Ég held að þetta sé þriðja eða fjórða umræðan þetta og ég tek undir það sem sagt hefur verið að það þarf augljóslega að leggja línurnar. Mér sýnist að einhverju leyti hefur verið gert á milli funda, en mér finnst samt bókanir sem að koma til dæmis fram á þessu fundi finnst mér mjög lóðnar og ég veit í rauninni ekkert hvað bæjarstjórn á að gera við þessar upplýsingar, hvort að það þurfa að taka afstöðu til einhverja ákveðna liða eða hvað það er. Ég get bara tekið dæmi hérna í öðrum lið reglur lögbundna þjónustu. Það kemur svona að notar á leggur til að Hvergisbær hugi að lögbundnum þjónustuúrræðum og boði skammtímadvöl og lengda viðurvið barna í Hveragerði. Ef þar með þá er verið að segja að Hvergisbær hugi ekki að þeim eins og staðan er núna. Þetta er svona minnst þetta loðið orðalag. Og svo er liðið 3 yfirlit fjölda þjónustunotenda. Notendaráð þykir umhugsunarvert hvers vegna ekki séu fleiri umsóknum um þjónustu á borð við skammtímadvöl og lengda viðurvið barna. Ráðið velti því fyrir sér hvort ástæðan sé svo að þjónustan sé ekki til staðar. Ég skil ekki alveg þetta orðalag. Er verið að vinna í einhvern svona fylkingum? Er notendaráð að vinna með Hvergisbæ eða móti Hvergisbæ? Þannig að mér finnst orðalagið og bókarinn að vera svona okkar svolítið tvímælis. Og svo er einnig eins og við bara höfum bent á, það stendur hreinlega bara í lögum, annarri málsgrein 42. grein 40. laga frá 91, eigi 2 eða fleiri sveitarfélög samstarf þjónustu við fatlað fólk, skulu viðkomandi sveitarfélög
og hagsmunasamtök fatlaðs fólks á þjónustusvæðinu komið sér saman starfsemi svona hóps. Og ég tel okkur hafa gert það í Bergrisana og ég held að þeim fjármunum sem hefur verið veitt í þessa nefnd nú þegar, það verður að gera ansi mikið fyrir þá bara í samráði. Ég sé fyrir mér stóra, flotta fundi, fræðslufundi málefni við fatlaðs fólks þar sem að fleiri eru kallaðir að borðinu og málinu eru rætt og svona sem að geti nýst mun betur heldur en það sem að liggur fyrir hér. Takk. Takk fyrir þetta Silmar. Dagný Tórsson. Forseti. Ég bara persónulega fagna allri umræðu vöndu vinnubrögð á vegum bæjarins og það alveg sama á hvaða vettvangi það Þannig að við tökum bara við þessum athugasemdum og ábendingum og tökum þar vel til skoðunar. Það eru nokkur atriði sem langaði að koma hérna aðeins inn á í ljós umræðunnar. Staðan þannig innan þessa ráðs sem hjá Bergrissunum að þar ekki tryggður fulltrúi frá Hverfisbæ. Þannig þar inni, eins og staðan hefur verið undanfarin ár, ekki tryggt að við fáum að heyra hvernig þjónustan veitt til þeirra notenda sem eru hér í hverfi. Og það var eitt af stefnumálum þessa meirihluta raddir fatlaðs fólks fengju að heyrast betur, fengju meiri hljómgrunn hjá bæjaryfirvöldum hérna, af því að við svo sannarlega berum ábyrgð á því hér sem kjörnir fulltrúar að þessi þjónusta sé í lagi. Þetta ráð ekki hugsað með sama tilgang eða undir sömu formerkjum og velferðarnefndin. Það fastanefnd á vegum bæjarins sem fjallar ekki málefni fatlaðs fólks á þeim grundvelli að þar sé notendur að ræða, heldur það meira frá okkar hlið og það gríðarlega mikilvægt fyrir þennan hóp sem annars verður auðveldlega undir í samfélaginu að þeir hafi skýran og góðan vettvang til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Og það að sjálfsögðu út af því sem bókarinnar sem bæjarfulltrúi Sigmar var að vísa hér í, að þær eru kannski aðeins öðruvísi heldur en hjá öðrum fastanefndum. Það einfaldlega verið að benda á það sem þeim þætti stundum mega betur fara í því sem verið að veita þjónustu í þessum málaflokki. Svo að sjálfsögðu formaður valinn í notendaráð með vegum nefndarmanna sjálfra. Það ekki á vegum bæjarins eiginlega sem formaður valinn og það eru allir kjörgengir sem formenn sem eru þar inni skipaðir og það bara sjálfsagt í mínum augum að það sé aðili sem að þeir aðilar sem sitja þar inni treysta best til þess og þetta bara svo skipan sem komið á, ekki bara hjá Hverfisbæ heldur bara hjá öllum sveitarfélögum, held ég að ég geti leyft mér að fullyrða, allavega flestum og þetta þannig í takt við það upplegg notendaráð að þar séu eiginlegur notendur til umsagnar en þetta sé ekki pólitísk nefnd á vegum bæjarins. Varðandi breytingar á skipulagi þessara nefndar að þá það rétt hjá bæjarfulltrúa fyrirgefa við samþykktum á fundi bæjarráðs að leggja til við bæjarstjórn að breyta samþykktunum í þá veru að þetta færi úr því að vera notendaráð velferðarþjónustu yfir í notendaráð fatlaðs fólks. Sú breyting hefur fengið sína fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar. Hún hefur ekki farið í gegnum seinni umræðu eins og nauðsynlegt með breytingar á samþykktum bæjarins og eins og með aðrar nefndir og ráð á vegum bæjarins þá starfar nefndin áfram þar til að sú breyting hefur gengið í gegn. Og ég get ekki séð að séu forsendur til neins annars en að nefndin starfi áfram með þeim hætti sem verið hefur þar til að sú breyting gengur í gegn. Af því það eru svo sannarlega eins og við sjáum á fundargerðinni nokkur mál sem þurfum að fara þar fyrir til þess að við fáum fram þessi sjónarmið sem við viljum fá frá þessum hópi fólks. Þannig að, já, takk fyrir. Þetta Dagný, Friðrik Björnsson. Forseti, við erum auðvitað ekki að tala það að við séum ekki að hlusta á þennan hóp fólks í okkar sveitarfélagi. Við viljum auðvitað ekkert frekar en að heyra þeirra raddir líka. Þess vegna höfum við verið að leggja til að þau eigi þá rödd inn í velferðarráðið þar sem ákvarðanir eru í raun teknar sem skipta máli. Varðandi svo Bergrisan, þá það líka bara spurning hvers vegna við séum ekki löngu búin að berjast fyrir því að fá að öll sveitarfélög sem eiga aðild að Bergrisan eigi fulltrúa í stjórninni. Það
allan samkvæmt reglum Bergrisans og lögum þá eiga að vera að lágmarki 3 fulltrúar í stjórn Bergrisans og ég held að sé ekkert að því að við förum bara, já, ég meina við erum með fulltrúa í stjórn. Nei, en ég meina þú getur þá farið með það sem við erum að tala í velferðarnefnd og það sem við erum að tala í pólitíkinni inn í stjórn Bergrisans og rættu það þar, ég meina þú ert á með upplýsingar það hvað í gangi þar inni. Þannig að ég er allavega varðandi það hvort að formaðurinn sé pólitískt skipari, þá þykir mér það nú liggja beinast við að hann eigi að vera úr hópi fulltrúa bæjarfulltrúa því að það eru auðvitað formaður sem að boða til nefndafunda eða funda í ráðinu og hann þarf þá að vera í tengslum við pólitíkina upp á það að geta og það sem að gerast hérna innan stjórnsýslunar. Mér finnst ekkert óeðlilegt við það að hann komi þaðan. Takk fyrir þetta fyrir þig. Þú svara þessu. Já, líkt og hefur komið fram í afsakið ég er germa hér á seti, en ég seti þetta í stjórn Bergrisans og það er auðvitað ekki notendaráð og líkt og Dagný hefur komið inn á hérna áðan að þá erum við að kalla eftir notendaráði, við erum að kalla eftir sjónarmiðum og þeirra notenda sem að þiggja þjónustu í okkur. Vissulega get ég komið þessum upplýsingum sem er hér í fundargerðum notendaráðs, velferðarþjónustu, til Bergrisans og það sem hugsað þar, en svo er þetta að mínum mati er þetta mjög mikilvægur vettvangur fyrir notendur hvergi þar, en ég er alveg sammála, hvernig ætlum við að vinna síðan úr þessu? Við þurfum alveg að hugsa það. Hvernig komum við þessum fundargerðum áfram og líkt að Sigmar kom inn á hérna áðan, hvað ætlum við svo að gera við þetta? Þannig að ég held að við þurfum að vísa því áfram í velferðarþjónustuna eða inn til Bergrisans eða annað slíkt til upplýsinga. Þannig að þetta er mikilvægur punktur sem Friðrik byrjaði á hér í upphafi þessa liðs. En ég er bara mjög stolt af því að við sem bæjarfélag bjóðum upp á þetta, bjóðum þeim notendum sem þiggja þessa þjónustu frá bænum að koma með sitt sjónarhorn að borðinu. Takk. Ég ætlum nú að loka mælendaskránna lífs. Og Silji. Ég langar bara að koma hérna aðeins upp. Nefna það að við erum búin að vera með notendaráð hér í Hveragerði sem hefur starfað bara ágætlega án athugasemda fyrirkomulag og hvernig málin svo afgreidd áfram síðan 2014 og það er öldungaráðið. Og ég myndi svona halda að þessi 2 ráð starfa eins, þar situr auðvitað fulltrúar sem eru skipaðir úr pólitíkinni en líka fulltrúar á notenda. Og ég bara biðst afsökunar, ég man ekki hverju formaður öldungaráðs hvort hann sé pólitískt skipaður eða ekki. En ég myndi halda að fyrirkomulagið á þessum 2 notendaráðum sem við höfum núna sé bara algjörlega sambærilegt þegar við erum að horfa á hvernig stjórnsýslan er og hvernig mál eru tekin áfram og svo framvegis. Takk fyrir þetta. Ég ætla að bera fundargerðina upp til samþykktar. Það er komið hérna eftir samþykktar og löglegur. Það komið fundurinn fram og við þurfum að samþykkja fundinn að fundargerðina. Og ég held að það sé gott að þeirra öðru sig bara svona almennt þetta atriði. Það er búið að nota þetta löglegur ekki, þetta sem það stendur við satt okkar. En þá ber ég lið 6 upp til staðfestingar, þeir sem staðfestar fundinn. Það er meirihluti staðfestar fundinn. Sitja hjá þessu. Já. Staðsafnum situr hjá. Er það hægt að maður staðfesta fundargerð? Það vil ég segja það. Ég veit ekki, ég þekki það ekki. Staðfesta fund sem við teljum ekki að vera löglega. Skila þeim forsöldum, ok? Þá gerum við þannig. Með því. Þá förum við í lið 7 fundargerð aðalskipulagsnefndar frá 12. nóvember 2024. Orðið laust þá fundargerð. Friðrik Björnsson. Forseti, sem var ekki yfirlýst markmið hjá mér að tala undir öllum liðum á þessum fundi. En hérna er eitt sem þessi aðalskipulagsvinna er í fullum gangi greinilega og fundir hafa verið haldnir. Það er svona bara velti fyrir sér þessum bílastæðamálum að þetta virðist ennþá verið í umræðinni þó að það hafi verið fullur vilji hjá pólitíkinni til þess að slá alla þessu umræðu út af borðinu. Og það kemur þá óvart að þau séu ennþá að væflast, ef að þú mætti orða það þannig, með einhverja bílastæðagreiningar og reyna að ræða þetta eitthvað. Þegar ég sé bara ekki alveg tilganginn
í því. Já, segja eins og þegar við erum, ég held að það hafi aldrei verið jafn skýrt á þessu kjörtímabili að pólitíkin meirihluti og minnihluti hafi verið sammála eitthvað tiltekið mál. Þannig að ég vildi nú bara aðeins krekka þessu. Takk fyrir þetta, Friðrik. Friðrik? En ekki tekið undir þetta bílastæði? Það kom svít fram. Þú kom til að til skila. En ég ber á lið 7, fundargerð aðalskipunarnefndar til samdar í samþykki staðfestingar merki, staðfest. Þá það liður 8 fundargerð yfirkjörstjórnar frá 19. nóvember 2024 og orðið laust. Enginn fyrir sig hljóðs, þá bæri liðin fundargerð til staðfestingar, þessi staðfestingar merki, staðfest samhliða. Þá fundargerð yfirkjörstjórnar frá 19. nóvember 2024 orðið laust. Enginn fyrir sig hljóðs, þá bæri fundargerð til staðfestingar, þessi staðfestingar merki, staðfest samhliða. Það liður 10, fundargerð undirkjörstjórnar vegna kjördeildar 1 frá 30. nóvember 2024, orðið laust. Enginn kveður sig hljóðs og bæri lið 10, þess að fundargerð undirkjörstjórnar til staðfestingar, staðfestingar merki, staðfest samhliða. Það fundargerð utankjörstjórnar vegna kjördeildar 2 frá 30. nóvember, orðið laust. Enginn kveður sig hljóðs og bæri lið 11 til staðfestingar, staðfestingar merki, staðfest samhliða. Það fundargerð afmælisnefndar vegna afmælis Hveragerðisbæjar 2026, orðið laust. Gjörðu svo vel. Forseti, hér hefur þetta komið skemmtilegsta nefndin sem nú starfandi hjá bænum. Við hittumst núna á mánudaginn og fórum yfir svona, ég sagt að þetta hafi verið meira svona hugarflugsfundur og hvaða möguleikar og hvað við vildum svona sæja fyrir okkur á afmælisárinu 2026. Það voru ýmsar hugmyndir og kannski ekki mikið að sjá í fundargerðinni. Það var þó samþykkt að hafa samband við skólann í Hveragerði. Varðandi hvort að það sé áhugi að þeir komi eða taki þátt í afmælisárinu. Og ég nefndi eina sögu frá 40 ára afmæli Hveragerðishrepps þá árið 1986, þá var ég 12 ára og ég man ennþá eftir þessu að þá fengum við það verkefni krakkarnir og til líkana Hveragerði árið 1946 þegar Hveragerðishreppur var til. Og þetta er svona að við lærðum börnin á söguna, hvernig sagan hefur verið, hvernig Hveragerði leit út þá og það var ýmislegt svona. Ég man við fengum líka heimsókn af Dalaheimilinu þar sem voru eldri Hveragerðingar að segja sögur og svona. Kannski var ég sagnfræðingur kjölfarið þessu, ég veit það ekki, en allavega þetta svona lifir minningunni og jafnframt að ræða við félagasamtök hvort að þau sjái eitthvað hvernig þau geta komið að afmælisárinu og jafnframt menningarstofnanir sýslunnar. Við eigum góða menningarstofnanir, ein þeirra hér í Hveragerði, Listasafn Árnesinga. Svo erum við 2 aðrar sem eru á Eyrarbakka og Selfossi, Héraðsskjalasafnið og Byggðasafnið. Og ég hef lengi sagt það að við eigum að nota þessar stofnanir. Þær eiga að koma hingað í sveitarfélagi til okkar. Þær eiga ekki bara að vera það sem höfuðstöðvar þeirra eru. Þannig að svona afmælisári tilvalið að kanna hvort að Byggðasafnið eigi eitthvað til þess að setja upp sýningu á Héraðsskjalasafnið sem er gott ljósmyndasafn, tína til gamla myndir úr Hveragerði sem má varpa bara á veggi eða gegnum glugga hér á Breiðumörkinni eða hvernig sem það er. Þannig að það er svona ýmislegt sem við getum gert og við vorum að ræða það að það væri gaman að geta skipulagt afmælisárið þannig að það væri viðburður í gegnum allt árið og virkja einmitt þessar stofnanir sem við eigum og íbúa líka og félagasamtökin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Njörður. Hlakkan fyrir að tillært á þess að tilhugðan frá skemmtilegum nefndinni. Ég ber þá lið 12 upp til staðfestingar í fundargerðina, staðfestingar ekki, það er staðfest samhliða. Á lið 13, það er breyting á samþykktum stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar vegna breytinga á nefndum, það er seinni umræða. Það er breytinga á samþykktum stjórn og fundarskap Hveragerðisbæjar vegna breytingar á nefndum til fram til seinni umræðu og það er lagt til að bæta samþykki með fylgjandi tillögu að
breytingu á samþykktum stjórn og fundarskjöld Öryggisbæjar og felur bæjarritara að senda hana til staðfestingar. Náðurlaust. Þá ber ég þetta upp til samþykktar, þeir sem samþykkja þetta við merki er samþykkt meirihluta, þeir sem á móti merki, þeir sem sitja hjá og ég sem sitja hjá. Það verður 14, stefnumótun eldri borgara 2024 seinni umræða. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki stefnumótun eldri borgara norðurlaust. Þá ber ég tillöguna til samþykktar, þeir sem samþykja ekki að merki, það er samþykkt samhljóða. Þá ber ég í lið 15, það er samþykkt tónlistarskóla Árnesinga seinni umræða. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki tónlistarskóla Árnesinga norðurlaust. Engin hversu hljós, þá ber ég upp til samþykktar, þeir sem samþykja ekki að merki, það er samþykkt samhljóða. Það er liður 16, samþykktum brunavarnir Árnessýslu seinni umræða. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykktum brunavarnir Árnessýslu norðurlaust. Engin hversu hljós og þá ber ég þetta upp til samþykktar, þeir samþykkja sem gefur merkir í samhljóða. Það er samþykkt samhljóða. Númer 17, það er bréf frá framkvæmdanefnd vegna jarðhræringar við Grindavíkurbæ frá 4. desember. Lagt er fram bréf frá framkvæmdanefnd vegna jarðhræringar við Grindavíkurbæ þar sem fjallað samning við skólaþjónustu fyrir börn með lögheimili í Grindavík og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að greitt verði þriðjungur af viðmiðunargjaldi sambandsins vegna skólagöngu barna frá Grindavík skólaárið 2024-2025 norðurlaust. Engin hversu hljós, þá ber ég þennan lið upp til samþykktar, þeir sem samþykja ekki að merki, það er samþykkt samhljóða. Það er liður 18. Bréf frá Orkuveitunni frá 2. desember 2024 vegna bókunar bæjarráðs Hveragerðisbæjar á fundi 24. október 2024. Lagt er fram bréf frá Orkuveitunni var á íbúafund vegna rannsókna á jarðhita í Ölfusi. Og það er bókun hérna og það er lagt til sem er svona: bæjarstjórn þakkar Orkuveitunni fyrir bréfið. Mikilvægt er að halda íbúafund orkurannsóknir í Ölfusdal eins og stefnt hefur verið að. Það hefur dregist í Orkuveitunni. Mikilvægt er að upplýsa íbúa hvað felst í þessum rannsóknum og ekki síst hver næstu skref gætu verið. Hveragerðisbær ítrekar andstöðu sína við hvers konar orkunýtingu á svæðinu án samráðs og heimildar Hveragerðisbæjar. Lagt er til að bæjarstjórn sé falið að skipuleggja íbúafund áður nefnt málefni við fyrsta tækifæri en orðurlaust. Engin hversu hljós og þá legg ég þetta upp til samþykktar. Það er samþykkt samhljóða. Það er 19. liður, það er húsnæðisáætlun Hveragerðisbæjar 2025 og það er fyrri umræða. Er lagt til að bæjarstjórn samþykkir húsnæðisáætlun Hveragerðisbæjar 2025 til seinni umræðu en orðurlaust. Simon. Forseti, já. Ég ætlum bara svona rétt að kannski að koma með svona smá ábendingar varðandi svona forsendur hlið þessar áætlunar. Það kemur nefnilega fram í henni að þessi miða við rúmlega 4% íbúafjölgun á næstu ári samkvæmt miðspá áætlunin. Ég held að sé 2% lágspá og 6% háspá ef ég man rétt. Og í rauninni það sem við viljum benda á er að þessi spá engan veginn í takt við raunverulega stöðu eins og staðinn akkúrat núna. Miðað við þróunina sem hefur verið svona undanfarin misseri þá leit árið 2024 þannig út að íbúum fjölga í Hveragerði frá desember 2023 til desember 2024 35 talsins sem er 1% íbúafjölgun. Ef við tökum mið af þeirri þróun þá liggur fyrir að það sé verið að áætla íbúafjölgun í þessari húsnæðisáætlun og í rauninni ekkert sem að bendir til þess að það verði eitthvað stórkostlegu viðsnúningur af þessu. Þetta eru að einhverju leyti utanaðkomandi öfl sem að stýra því að erfiðara er að fjármagna
fasteignir og svo eru önnur kannski innri öfl sem að stýra því líka. En við viljum allavega að benda á þetta. Takk fyrir þetta sem var. Það er rétt, þetta er cirka 1% á þessu ári. Það var ekki 7% ára undan og deilið í 20. Það er ágætt að skoða þetta, þá má svo sem myndi skoða þess að velta þessu fyrir sinni. Þetta kemur frá Hagstofunni í fjöldaspá. Ég nefni. Aðeins varðandi þetta líka er svona velti fyrir mér þar sem að það er nú verið að tala að hefja framkvæmdum við nýtt hjúkrunarheimili eða svona viðbyggingu við núverandi hjúkrunarheimili, hvort að það þurfi ekki að setja það inn í þetta plan. Það eru náttúrulega kemur fram að 47 rými nú þegar en ekkert sett inn þarna. Við getum alveg mögulega vonast til þess að 2027-2028 verði þá orðin viðbót af rýmum. Það megi þá ekki bæta við. Svo finnst mér nú svona skjóta aðeins skökku við því að aðilarnir sem ætla að fara að byggja upp á Axlarsvæðinu eru nú að gera ráð fyrir svona háreistri og þéttri byggð með yfir 300 íbúðum, en síðan stendur í húsnæðisáætlunina að það eigi að vera lágreist og heildstætt yfirbragð. Sem sagt í stangast svolítið á þarna þessi umræða, þannig ég vildi bara benda á þetta. Það er verið að tala móti hvort öðru þarna. En þetta var svona helsta, allavega hvort að hafa það í huga með eins og hjúkrunarrýmin. Takk fyrir þetta, Friðrik. Flott ábending. Njörður Kjálsson. Forseti. Takk fyrir ábendingarnar. Sáttun. Varðandi svona mismunandi áherslur framkvæmdar aðila og sveitafélagsins, það var auðvitað þannig að sveitafélagið stýrir þessu. Og ég reikna með að þessi áhersla í húsnæðisáætluninni komi beint úr aðalskipulaginu sem að mér finnst og hafa verið full sátt þvert á pólitíkina og þvert á íbúa hér í bænum. Ég langar aðeins að koma inn á forsendunar í áætlunina. Það er þannig að það samkvæmt mælaborði Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar það er núna 103 íbúðir í byggingu í Hveragerði. Og ef ég man rétt að þá er meðaltal íbúa í hverri íbúð er ekki 2,54 íbúð. Já, 2,54. Já. 50. Já, ok. Þannig að hér er þá eitthvað 250 íbúða að ræða sem að þegar þessar íbúðir komast í gagnið, þannig að það er svo sem ekkert hægt að sjá hvort að þessar íbúðir komist allar í gagnið á næsta ári, eða hvernig það er, og við sjáum auðvitað að við erum með götu, reyndar frekar dýrt húsnæði þar eins og við Hólmabrún sem var úthlutað fyrir ansi mörgum árum, ekki enn fullbyggt, og eins hér við Varmána, upp á Gósabrekkunni sem að hefur ekki enn verið hafið að byggja við þær götur. Við sjáum líka að það eru margar íbúðir á sölu líka í Hveragerði. Það er núna Tívolíreiturinn og svo sem Lindabrún líka, og við sjáum framkvæmdir líka í Hlíðarhaga. Þannig að það er margt í gangi, þannig að mér sýnir svona af þessum tölum sem við höfum bæði frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og það sem við vitum að er hér í bænum og er á sölu, að það svona gefur til kynna að þessa áætlanir getur auðvitað alveg gengið eftir, en auðvitað eru áætlanir alltaf áætlanir. Takk fyrir þetta, Njörður. Sigmar. Já, ég held að vandamál, ef við lítum á það sem vandamál að íbúða fjölgun í Hveragerði sé 1%, kannski lítið þið ekkert á það sem vandamáli. Ég persónulega vil búa í sveitafélagi sem er meiri sókn heldur en það. Þá held ég að skortur og húsnæði sé ekki vandamál. Og það þarf ekki annað en að fletta á fasteignareglum til þess að átta sig á því að það eru margar blaðsíður á fasteignum sem hafa legið inn á fasteignasölunni svo mánuðum skiptir. En það vill enginn búa í þeim, einhver hluta vegna. Þannig að það er ekki skortur á íbúðum sem að veldu þessu.
og auðvitað eru vaxtaumhverfið erfitt, en það er samt bara svo ég vísi hérna í frétt sem birtist í fjölmiðlum sem tók samanburð á milli sveitarfélaga frá 1. desember 2023 til 1. ágúst 2024. Þá er Hveragerði einfaldlega á botninum á öllum sveitarfélögum á Suðurlandi. Og það er til dæmis bara, get ég vísað í að Hrunamannahreppur er til dæmis með 6% fjölgun á þessu tímabili. Og hvað það er sem veldur veit ég ekki. En ég veit að minnsta kosti að hér í Hveragerði er tækifæri til þess að sækja fram. Við erum í nálægð við höfuðborgarsvæðið og fullt af tækifærum, en það virðist samt ekki ganga, að minnsta kosti ekki á síðasta ári. Og mér finnst að ég ber þetta saman til dæmis með Vesturland, með fullri virðingu fyrir þeim sveitarfélögum, þá er þessi þróun svona á pari við þau sveitarfélög. Og þau eru að búa við annars konar áskoranir heldur við, það er samgöngukerfið og það er fjarlægð við þjónustu og annað slíkt sem að við ættum að geta staðið frekar framarlega í. Þannig að framboðsskortur er ekki vandamálið liggur ekki starf annars staðar. Takk fyrir þetta sem að Ef maður langar bara að beina spurningum aftur bara til þín Sigmars. Hvað áttu við með þessu og hvernig sérðu okkur leysa þetta vandamál? Hvað áttu við með hverju? Hvert vandamáli væri hér hjá okkur að þið verðum bara í 1% vexti. Ég er bara svona aftur með hvert þú ert að fara með þetta. Þannig að þú ert til að koma upp og segja mér hvað er til ráða og hvað þú ert að leggja til. Hvað ertu að vekja athygli máls á? Takk. Ég hef nú átt samtöl við þetta af hverju þetta sé svona. Við erum bara fólk sem að vinna við það að selja fasteignir. Og það sem að gerist hér í Hveragerði á undanförnum misserum er það að sú þróun er að verða að það er íbúðir sem eru seldar. Megnis eru þannig að það er kannski að fara 4-5 manna fjölskylda en tilbaka kemur kannski 1 eða 2. Og ástæðan er mjög einföld. Hér er ekki hægt að komast á leikskóla og hér er ekki hægt að stunda íþróttir. Með viðeigandi hætti. Takk fyrir þetta sem að gjörðu okkur svo vel. Já, fórsti. Það eru stór orð og þetta erum við ósammála því að hér sé ekki hægt að stunda íþróttir með viðeigandi hætti. Ég satt hér fund í gær hjá nefnd sem er að hanna íþróttahúsið. Það kom fram hjá framkvæmdastjóra Hamas að það hefði orðið fjölgun síðan 2021, mjög mikil fjölgun síðan 2021 til dags í dag á iðkendum hjá Hamri. Þannig að það fer þá ekki alveg saman hljóð og mynd hjá Bæjarfulltrúa Sigmari í þessu. Mér langar líka að nefna þú veist fyrst að við erum að, ég held ég skil alveg gagnrýnina vegna þess að auðvitað er fjölgun íbúa helst alveg við tekjumöguleika bæjarins. Og ég held að það sé aðalega gagnrýni frá G-listanum. Og ég skil það mjög vel. En svo ef maður lítur inn á við, hvað skiptir íbúa máli? Ég held að það skiptir það máli að við séum að ná í skottið á okkur varðandi innviðauppbygginguna hér sem að við tókum við árið 2022 og það var mjög margt sem að þurfti að fara í og við erum í því og ég held að það skipti íbúa meira máli heldur en að íbúum fjölgi hér. Það er bara alveg sér. Og talandi fjölgun þá sé ég hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þar hefur verið 2,3% fjölgun og í einu sveitarfélagi sem hefur verið stýrt af einum tilteknum flokki nánast alltaf, þar er 0,2% fjölgun sem er Seltjarnarnesbær. Og það er 5 sinnum meiri fjölgun hér. Ég veit ekki hver ástæðan er í Seltjarnarnesi, hvort að það sé leikskólaplásin eða hlutu íþróttaaðstaða. Og auðvitað, ég líka að segja að kannski heldur ekki endilega rétt að horfa á íbúafjölgun og þróunina yfir stutt tímabil. Ég held að þurfa að horfa á þetta yfir langt tímabil. Það koma ár þar sem eru minni fjölgun og ár þar sem er mjög mikil fjölgun. Og ég held að svona almennt vilja sveitarfélög að fjölgun sé, 2-4%.
einhvers staðar á þessu bili til þess að geta haldið í við innviðauppbyggingu. Þannig að það heldur ekki gott fyrir íbúa bæjarins ef að fjölgun er of mikil og við náum ekki að halda í við innviðauppbygginguna. Og þið vitið hvað ég á við innviðauppbyggingu, það er meðal annars leikskólar, það er fráveita, það er íþróttamannvirki, það eru grunnskólar. Þannig að bara með fullri virðingu fyrir þessar umræðu að þá er þetta það sem skiptir íbúa Hveragerðisbæjar sem að búa hérna þegar með mestum mál. Takk fyrir þetta Mímir. Fjölmörgilsvel. Já, forseti, ég það er svolítið síðan að við fórum að hafa áhyggjur af þessari þróun. Fyrir akkúrat ári síðan í umræðu húsnæðisáætlun, að mig minnir, það var einhvern í umræðu ekkert norðmóti, og bentum við á þessa þróun. Og meirihlutinn þá kom Vörður undir mitt og sagði þetta sama og var að segja núna, það var ekki hægt að horfa á stutt tímabil og benti á að það þyrfti að horfa á minnstakosti ár vegna þess að á því tímabili hafi verið óeðlilega mikið andlátt og við tókum því góðu og gildu en nú er komið ár og mér finnst samt eins og við séum feimin við að taka þessu umræðu, einhver hluta vegna, en mín upplifun. Svo langar mig að benda á það að mér er alveg sama hvað er að gerast á Seltjarnarnesi. Ég er í Hveragerði og ég er að veltaði fyrir mig hvað er að gerast hér. Og svo varðandi fjölgun iðkenda hjá Hamri, skýringin á því er náttúrulega fjölgunarverkefnið. Þannig að það er bara, við verðum að passa okkur á að horfa ekki á þessa tölur þannig að það sé blússandi sigling í iðkendafjölda, heldur var breytt fyrirkomulag sem að veldur því að fjöldi skráðara iðkenda eru fleiri heldur en þau voru áður. Takk fyrir þetta Sigmar. Sandra, gjörðu vel. Kærar þakkir fyrir þetta og það gleður mig að ef þetta er ástæðan fyrir því að eins og Sigmar fullir að sé að þetta sé þróun að það sé ekki hægt að stunda íþróttirna og ekki hægt að fá leikskólapláss, þá er mínar áhyggjur ekki lengur til staðar af því að við erum að fá hérna glæsilegt íþróttahús sem að meirihlutinn er sammála og það er almenn pólitísk samstaða það og við sjáum fram á að opna nýja leikskóla á nýju ári það sem að biðlistarnir tæmast þannig að ef það er ástæðan þá gleður það mig innilega. En auðvitað er það fjölgunarverkefnið sem er það sem gerir það verkum að það eru fleiri iðkendur Hamars og það er bara jákvætt. Þannig að ég sé ekki að við ætlum að segja vegna þess að fjölgunarverkefnið eða þess vegna er fjöldinn hærri, hann er fleiri og það eru fleiri að æfa hjá Hamri og það er útgangspunkturinn sem við erum að horfa á. Og það er gleðilegt því að þetta verkefni er frábært, foreldrar eru almennt mjög ánægðir með þetta og í þessari stöðu sem við erum í núna þá er þetta bara mjög jákvætt og gleðilegt. Þannig að en þetta var bara þetta sem ég langaði að fá fram hvað það væri og ég sé þó ekki að vandamáli sé náttúrulega nema bara ytri efnahagsaðstæður sem ég held að sé vissulega mikið til vandamáli. En það er bara mín persónulega skoðun og en takk. Takk fyrir þetta Sandra. Já, seinustu tveir. Friðrik og Jörgur. Forseti, ég veit nú ekkert hvernig aðstæðurnar eru á Seltjarnarnesi en árið 2019 þá voru íbúar þar 4.719 og núna 1. desember eru íbúar þar 4.720. Það fjölgaði með eina manneskju síðan 2019. Sér þetta bara hér fram til gamans en ég þekki ekki aðstæður þarna á Seltjarnarnesi eða hvað er hreint í gangi. Ég segi eins og hann Sigmar, mér er svo sem alveg sama þegar við erum að hugsa Hveragerði. En finnst alltaf svona, við erum náttúrulega komin svolítið kannski út fyrir efnið með húsnæðisáætlun en svona varðandi þessa innviðuppbyggingu þá finnst mér alltaf svolítið, ég veit ekki, hlægilegt að sé alltaf verið að tala um það að hér hafi allt bara verið eins og það hafi verið í kalda kolum þegar nýr meirihluti tók við og þegar þau þurftu að fara í þvílíka innviðuppbyggingu því að það var þetta bara ekki þannig. Það var bara ágætis gangur og við vorum með plan sem átti að halda áfram. Og svo þetta lendir við í því að íþróttaaðstæðan okkar fer og það þekki allir þá sögu og við þurfum ekki að fara nánar út í hana. En ég ætla nú bara að benda þetta. Takk fyrir það. Jörgur Gilsson. Já, forseti. Bara
svo ég ítreki það sem ég sagði hér áðan, þá held ég að íbúar Hveragerðis sem við erum að starfa fyrir, að þeir hafi aðal áhuga á hvernig við erum að byggja upp innviðina. Það hafa ekki endilega mikinn áhuga á hvernig við ætlum að mæta nýjum íbúum. Þeir hafa áhuga á hvernig við mætum þeim. Þannig að þar eru auðvitað fókusin okkar. Og aðeins var þetta innviðauppbygginguna. Ég held að við séum ekki að segja, þó að þið kannski mögulega takið þannig að hér hafi allt verið í kalda koli. Það var vissulega alveg komin tími á mjög margt sem að var auðvitað í áætlun sumt eins og leikskólinn, leikskólamálinn og grunnskólinn. Fráveitan var ekkert í sérstaklega áætlun en hún kostnaðarsöm og við erum að fá núna góðan styrk í það sem mjög ánægilegt og allir geta held ég bara fagnað. Og bara svona til þess að ljúka þessu umræður sem ég held að ég sé síðastur. Og þá kemur við fram hjá Friðriku Sigmari þegar hafa engan áhuga á hvað að gerast í öðru sveitarfélögum og það er sérstaklega Seltjarnarnes og þeir nefndu það. Samt sem áður í þeirra málflutningi Sigmars áður á nefndan sérstaklega Hrunamannahrepps, hann hafði áhuga á því en það má þá ekki nefna Seltjarnarnes. Þannig að ef við erum að bera saman þá verðum við að vera tilbúin að taka annað samanburð líka. Og það kom líka fram að B-listinni hefði bara að hafa áhyggjur á tilteknum tímapunkti. Ég held að þær áhyggjur hafi byrjað síðla kvölds 14. maí 2022. Takk fyrir þetta. 14. maí 2022. Ég var búinn út af þessu. Það veit ég ágætt að þetta sé metnað, við erum búin að útröðu efnið finnst mér aðeins. Eins og klippum þetta sé metnað að reyna á 4% aukningu næsta ára. Samræstu það. Þá legg ég til að bæðis og samþykkir húsnæðisáætlun Hverfisbæjar 2025 til seinni umræðu fyrir samþykki merki. Það standið samþykki. Og þá förum við í lið 20. Viðauki við fjárhagsáætlun 2024 vegna hækkunar á skammtímaskuldum. Lagt til að minnisblað skrifstofustjóra með tillögu að viðaukar við fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 með tekið við langtímalán fyrir 255 milljónir til að mæta hækkun á skammtímaskuldum sem í sjóðstreymi á fjárhagsáætlun 2024. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki viðaukann áður. Bauð sér hljóðs, þá berum við liður til samþykktar, þeir sem samþykkja merki, það er samþykkt samhliða. Það er liður 21 lánasamningur við Lánasjóð sveitarfélaga. Lagt fram lánasamningur 24/12/66 til Lánasjóð sveitarfélaga og Hverfisbæjar. Það er lagt til að Hverfisbæjar samþykki hér með að bæjarstjórn Hverfisbæjar samþykkti hér með að bæjarstjórn fundi að taka lán hjá Lánasjóð sveitarfélaga að höfuðstól lækka 255 milljónum með loka gjalddaga á 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórn hefur kynnt sér. Lagt til bæjarstjórn samþykkir að til trygginga lánu höfuðstóll uppgjörsgjaldi auk vaxta dráttarvaxtakostnaðar standi tekjur sveitarfélagsins samanber heimilda í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útvarpstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar framkvæmda við grunnskóla sveitarfélagsins sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Pétri G. Marka bæjarstjóra kennitala 1602-81-5459 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Hverfisbæjar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélagsins samanber framangreint sem á til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðni útborgun láns en orðið laust. Enginn beiðir sér hljóðs og þá verði þetta upp til samþykktar þegar samþykkja merki. Það er samþykkt samhliða. Lið 22 fjárhagsáætlun Hverfisbæjar 2025-2028 er það seinni umræða og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir fjárhagsáætlun Hverfisbæjar 2025-2028 en orðið laust. Nei. Þessu bókun. Þessu bókun, svo fylgja þér.
Herra forseti. Við erum hér með bókun varðandi fjárhagsáætlun næsta árs. Jú. Tekinn raun á. Ég sló út úr laginu. Já, Sigurður. Nú, líkt og við gerð síðustu tveggja fjárhagsáætlana þessa kjörtímabils tóku fulltrúar D-listans þá ákvörðun að taka ekki þátt við gerð þessarar áætlunar, þrátt fyrir boð meirihluta O-lista og Framsóknarflokksins. Það er mat fulltrúa D-listans eftir samtölu við grasrót félagsins að betra hafi verið að leyfa meirihlutanum að standa sjálft að gerð þessarar áætlunar án beinnar aðkomu fulltrúa D-listans. Í gegnum þetta ár og kjörtímabil hafa fulltrúar D-listans lagt til margt til að bæta rekstur sveitarfélagsins og á sama tíma lagt margt til að halda áfram uppbyggingu innviða í sveitarfélaginu. Ber þar að nefna tillögur að fækkun nefnda og þar að leiðandi lækkun á kostnaði vegna nefndarstarfa, gert athugasemdir við töku nýrra langtímalána og leigusamnings við viðbyggingu við Óskaland. Lagt til að farið yrði í útboð á hönnun nýrra gatna, byggingu nýs íþróttahúss, aðgerðir við fráveitumannvirki, byggingu nýs leikskóla og áfram mætti telja. Meirihlutinn hefur ýmist hafnað, breytt eða samþykkt tillögur D-listans eða ákveðið að vísa þeim til gerðar fjárhagsáætlunar. Þá hafa fulltrúar D-listans einnig stutt ýmsar tillögur meirihlutans sem hafa þá verið í takt við kosningaloforð D-listans. Forsendur þessarar fjárhagsáætlunar eru ekki í takt við raunverulega íbúafjölgun í sveitarfélaginu síðastliðið ár. Áætlunin gerir ráð fyrir 4% íbúafjölgun næstu árin en líkt og fulltrúar D-listans hafa áður bent á hefur fjölgun íbúa þar sem af þessu ári aðeins verið 1% og fátt sem bendir til þess að viðsnúningur verði á þeirri þróun strax á næsta ári. Þannig má gera ráð fyrir að áætlanir auknar útsvarstekjur muni ekki standast. Í því samhengi benda fulltrúar D-listans á að miðað við íbúaþróun sem hefur verið í Hveragerði eru tekjur sveitarfélagsins vegna lóðaúthlutunar stórlega ofáætlaðar á næstu árum. Þannig gera fulltrúar meirihlutans ráð fyrir 350 milljóna króna í tekjur á næsta ári í gegnum gatnagerðargjöld en ólíklegt er að þær munu skila sér inn á fulla á næsta ári. Aukin lántaka, hærri leiguskuldbindingar og skuldastaða sveitarfélagsins almennt ásamt því að uppbygging innviða sé ekki í takt við þá miklu skuldir sem meirihlutinn er að koma sveitarfélaginu í á kjörtímabilinu er áhyggjuefni. Þrátt fyrir að í greinargerðinni fjárhagsáætlun komi fram að það eigi að snúa við fyrri þróun í rekstri bæjarins með auknum tekjum sem nýta megi innviðauppbyggingu og til lækkunar skulda sveitarfélagsins, stefnir í að á árunum 2023 til 2025 verði ný lán sem meirihlutinn hefur tekið orðið 3.246.793.000 krónur. Til samanburðar voru tekin lán á árunum 2015 til 2022 að upphæð 3.006.011.000 krónur. Þess ber að geta að þessi upphæð tekin úr ársreikningum fyrir ár og því ekki uppreiknuð. Þannig verða samt skuldir vegna langtímalána sveitarfélagsins á árinu 2025 orðnar 6.061.855.000 krónur og leiguskuldbindingar hækkað upp í 1.035.641.000 krónur. Þó að skuldahlutfallið sýni þetta ekki, sem skýrist á auknum tekjumóti, þá hafa skuldir sveitarfélagsins hækkað gríðarlega þar sem af þessu kjörtímabili. Þau gleðitíðindi bárust í gær að Hveragerðisbær hefði hlotið styrk frá Evrópusambandinu að fjárhæð 342 milljónir sem nýta á í uppbyggingu Skólphreinsunarstöðvar. Þessi styrkur mun koma til með léttindi fjárfestingar næsta árs, þar sem hafði verið gert ráð fyrir uppbyggingu Skólphreinsunarstöðvar. Það að Hveragerðisbær hafi hlotið þennan styrk ber að mestu leyti að þakka umhverfisfulltrúa Hveragerðisbær. Í fjárhagsáætlun næsta árs virðist lítið gert í aðhaldi á rekstri sveitarfélagsins og hafa þar að einhverju leyti utanaðkomandi þættir áhrif eins og hækkun á aðföngum, launahækkanir í kjarasamningum og einnig hækkun þingfararkaups sem nefndalaun og laun bæjarfulltrúa tengd við. En þó virðist lítið gert til þess að bregðast við. Þingfararkaup hækkar til dæmis rúm 10% á milli ára sem hefur áhrif en ofan á það virðist eiga að bæta við nefndafundum hjá nefndum sem verður að spyrjast hvort virkilega sé nauðsynlegt. Í greinargerðinni með áætluninni er rætt að verið sé að fara í stórsókn í hinum ýmsu málaflokkum. Meðal annars stórsókn í kaupum á félagslegu húsnæði sem er hjákátlegt þegar aðeins gert ráð fyrir kaupum á einni félagslegri íbúð á næsta ári. Þar sem einnig er rætt stórsókn í öðrum málaflokkum virðist að mestu leyti verið að halda áfram sömu vegferð og hefur verið á síðustu árum.
Þá er ánægjulegt að sjá að bílastæðasjóðurinn að skila góðum tekjum til sveitarfélagsins. Það er síðan einnig merkilegt að meirihlutinn hafi ekki hróflað við þeim þjónustusamning sem gerður var við Reykjadalsfélagið á sínum tíma varðandi rekstur salerna og umgengnis á svæðinu, þar sem þau gagnrýndu þann samning mjög þegar þau voru í minnihluta. En tekjur úr bílastæðasjóðnum standa vel undir þessum þjónustusamning og gott betur, líkt og bent var á þegar samningurinn var samþykktur af fyrri meirihluta. Með öflugri uppbyggingu og þjónustu upp í dal og þeim fjármunum sem koma inn í gegnum bílastæðasjóðinn þjónustar sveitarfélagi ferðamenn sem sækja svæðið enn betur. Nú að lokum vilja fulltrúar D-listans þakka starfsfólki Hveragerðisbæjar fyrir þeirra störf í þágu sveitarfélagsins og íbúa bæjarins á árinu sem var hlýða og óskuðum velfarnaðar á nýju ári. Þetta fyrir Norðurlöfst, gerðu þau ekki svo vel? Gerðast. Takk forseti fyrir framsöguna. Aðeins til þess að bregðast við því sem að mér fannst svona að vera beint í mín og það er annars vegar samningur varðandi Reykjadalsfélagið. Að þá held ég og ég vona ég sé ekki að fara með staðlausa stafi að þá stendur til að taka upp samkomulagið. Það er nauðsynlegt og þá auðvitað væntanlega aðrir þættir þess skoðaðir. En fyrst að Friðrik nefndi hér félagslegt húsnæði, leiguhúsnæði, sérstaklega áhugamál hjá mér, þá verð ég bara að fara yfir það. Það var að gagnrýna það að það væri ekki stórsókn. Það eru þetta stórsókn og ég fór aðeins yfir það á síðasta fundi sem að Friðrik var ekki á. Og ég verð greinilega bara að fara að skrifa ágæta grein þetta. Sko, það var þannig að ég fann til upplýsingar yfir 20 ára tímabil. Árið 2003 það voru 9 félagslegar íbúðir í Hveragerði, eða 4,8 á hverja 1000 íbúa. Árið 2022 þá voru þær 5 talsins, eða 1,7 á hverja 1000 íbúa. Hveragerðisbær á svo eina íbúð sem var ekki keypt í félagslegar útleigu en hefur notað sem slík, þannig að við segjum að við höfum átt 6 árið 2022. Það er þá 2 á hverja 1000 íbúa. Og svona til samanburðar, það fyrir allt með sömu ræðin og síðast, ég byrði starfsökur á því, en ég held að það sé gott fyrir Friðrik að heyra þetta. Til samanburðar var árið 2021, það voru 6,3 félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa í Ölfusi, 5,4 í Árborg og 21 í Reykjavík, það voru 2 í Hveragerði. Á Seltjarnarnesi, sem tókum við sem annað dæmi hérna áðan, þá var 1,1 íbúð, mjög lélegt, og Garðabær 0,68, mjög lélegt. Og þetta er auðvitað, ég minni á þetta er auðvitað lögbundið að sveitarfélög sinni þessu sem þau hafa sinnt mjög misjafnlega. Sveitarfélög hafa segist eins og er. Nú, það var keypt íbúð á þessu ári, þannig að það eru þá auðvitað 7 félagslegar og svo þannig að það er 2,1 þá komin upp í ákveð 1000 íbúa núna í ár. Guðum á næsta ári, samkvæmt áætlun, og það er 2,4. En þannig að félagslegu leiguhúsnæði, svo ég fær nú aftur í söguna, þeir fækkaði þá í Hveragerði á þessu 20 ára tímabili, 2003-2022, úr 9 í 6. Og í raun og veru var fækkunin, ef við horfum með tillit til íbúafjölda, var fækkunin 134% af félagslegum íbúðum. Þetta er rosalega tölur. Og þá kemur ég að stórsókninni sem við erum að tala um. Það er þannig á næsta ári þá getum við sagt að félagslegu leiguíbúðum hérna á þessu kjörtímabili hafi fjölgað 33% á kjörtímabilinu. Það er stórsókn og af hverju er þetta svona hátt hlutfall? Það er nú eins og staðan var svo léleg áður. Þannig að þetta er stórsókn. Takk fyrir þetta Njörður. Friðrik. Það er ekki svo vel. Þessi. Langaði aðeins að koma hérna inn á, því það eru auðvitað eins og ég fór yfir í löngum máli hérna á síðasta bestumfundi. Það eru auðvitað ljósandi gangur og margt jákvætt og gott og skemmtilegt í bígerð og vinnslu og búið að koma í gagnið og það er óbúslega gaman að vera Hveragerðingur í dag og ég held að sé bara svona almennt séð
mjög svona jákvætt andrúmsloft núna undanfarið í Hveragerði og undanfarin ár. Og svo ríða auðvitað yfir áföll í okkar samfélagi eins og mörgum öðrum. Og eitt þeirra var þegar að Hamarsfjallinn féll hér í lok síðasta kjörtímabils. Mig langaði sérstaklega að nefna, og þetta á kannski líka aðeins inn í umræðuna undir liðnum áðan sem ég fékk ekki koma upp á talendir, en allt í lagi, að það hefur þrátt fyrir þær áskoranir sem því hefur fylgt. Þá hefur átt sér stað mikið og öflugt starf á vegum Hamars og annarra aðila í íþrótta- og tómstundastarfi hérna í Hveragerði. Og það hefur hérna verið raðað en titlum í fleiri en einni íþróttagrein hjá íþróttaiðkendum í Hveragerði frá því að við tókum við eftir að Hamarsfjallinn féll í meirihluta. Og það er aðdáunarvert að sjá þann árangur sem hefur náðst á þeim vettvangi þrátt fyrir að Hamarsfjallinn hafi fallið, og á meðan að við brúum bilið fram að því að stórglæsileg viðbygging við íþróttahúsið verður tekin í gagnið núna í framhaldinu. Og maður bara fagnar því að sjá hvaða starfið hefur haldist öflugt þrátt fyrir þessar áskoranir. Og það verður afar ánægjulegt að geta tekið nýtt hús í gagnið í framhaldinu. En tengt þessu að þá auðvitað stafar sú aukna lántaka sem við sjáum fram á núna af því að hér hefur verið gríðarlega mikil fólksfjölgun. Og það er nauðsynlegt, áríðandi og mikilvægt að ná utan þá þjónustu sem að við viljum veita okkar íbúum hér í Hveragerði. Og ég ætla bara að leyfa mér að segja að það er í rauninni jákvætt fyrir stöðuna í Hveragerði núna árið 2004 að hér hafi ekki orðið meiri fólksfjölgun heldur en raun ber vitni, af því að innviðaskuldin, hún hefur verið slík að við höfum ekki getað annað fyrir þjónustu sem við eigum að bjóða upp á og viljum bjóða upp á fyrir okkar íbúa eins og við myndum vilja. Og það að við getum raðað hér inn áfram íbúafjölgun eins og hefur verið undanfarin ár, og við erum ekki einu svona að tala um neitt í líkingu við það sem hefur verið hérna hluti af kjörtímabilinu sem við erum að setja okkur markmið í íbúafjölgun. Og það auðvitað setur, eins og Sigmar Bæjarfulltrúi kom inn á hér áðan, það setur strik í reikninginn þessar ytri aðstæður í samfélaginu, í efnahagsumhverfinu og allt það, en það má líka alveg augljóslega sjá ákveðin skil hér í Hveragerði, í uppbyggingu. Það hefur róast aðeins úthlutun á vegum bæjarins inn í ný verkefni á landi til þess að vinna áfram, til þess að selja fleiri íbúðir og auka hér við íbúafjöldan. Og það er einfaldlega því að við höfum ekki séð fram á að geta þjónustað íbúana sem myndu bætast þannig við fyrir að vera búin að ná upp ákveðnum innviðum. Þannig að ég er á þeirri skoðun persónulega að við séum enn betur í stakk búin til þess að bæta við okkur íbúafjölda með þeim hætti sem við gerum ráð fyrir í þessum áætlunum okkar, út af því að við höfum haldið á spilunum eins og verið hefur. Og ég bara hlakka til að sjá bæinn okkar halda áfram að eflast og ég trúi ekki öðru en að þessi viðleitni okkar á kjörtímabilinu sem að byggja auðvitað ofan á grunn sem að var komið á af fyrri meirihluta, að það muni bara vera okkur öllum til velfarnaðar. Takk fyrir. Ef það er fleiri þá ekki til að bæjarstjórn samþykkir fjárhagsvald Hverfisbæjar 2025 til 2028. Þessum samþykkir í sjálfvirkni. Við samþykkt sennilega. Þá er dagskráin tæmd og við bara eftir að fara að lesa fundekið og útsendingu og bara þakka þeim sem hlusta á skemmtilega og líflega umræður og sem gleðilega jól og gleðilega samstarf.